Góðan og blessaðan daginn, kæru áhorfendur og velkomnir í sunnudagsspjall Flokks fólksins. Gestur okkar í dag ykkur öllum góðkunnur. Það engin annar en Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR. Og ég segi bara Ragnar, vertu hjartalega velkomin og gaman að fá þig til okkar. Takk fyrir það Inga, gaman að koma. Það liggur nú nærri að við byrjum nú bara hreinlega strax á máli málana sem náttúrulega framboðið núna til áframhaldandi setu í VR sem formaður og þú ert nú búin aldeilis að þreyja þorrann og sýna þína hugsjón og hvað í þér býr Ragnar, þannig að ég veit að okkur langar öll að vita hvað var það nú sem að var þess valdandi að þú ákvaðst að fara í þessa baráttu, þú ákvaðst að taka slaginn og berjast fyrir hagsmunum þeirra sem eru í rauninni, já, sem þurfa á aðstoð okkar að halda, Ragnar. Hvað var það og segja okkur nú frá því? Já, þetta átti sér aðdraganda, maður hoppaði ekkert út í þetta bara upp á þurru. Ég lendi því að missa vin minn 2017, fyrir ekki 2007 og hann sem sagt verður brákvæddur með okkur í veiðiferð og út frá því fer ég að svona skoða lífeyrissjóðina aðeins. Það fannst þetta að vera frekar skrítið kerfi einhvern veginn, hvernig var talað að þetta væri svona mikið bakland sem að mér fannst síðan það ekki vera. Og ég fer svona að reyna að átta mig á því hvernig þetta virkar allt saman, hvernig verða þessi réttindi til og bara hvernig þetta allt saman funkaraði. Og kom strax á því að þetta var frekar flókið og var nú svona kannski, já, en ég svona pínu manískur að eðlisfari, ef ekki segja það þannig, að þurfa svona að kafa mjög djúpt ofan í málin þegar ég tek mér eitthvað fyrir hendur og keyri sjálfa mig svolítið áfram. Og síðan fer ég að sjá fullt af hlutum sem að ég hafði, já, það kveiknuðu fleiri spurningar heldur en svör þegar ég fór að skoða þetta og síðan kemur allt í einu bankahrun og þá vakna einhvern veginn enn fleiri spurningar. Ég hafði lesið, sem sagt, fyrir hrunið hafði ég lesið doktorsritgerð tengslanett valda í kringum lífeyrissjóðakerfið, þar sé atvinnulífið og verkalýðshreyfinguna sem að Dr. Herdís Dröfn Baldvinsdóttir skrifaði á þessum tíma. Hún skrifaði ritgerðina 1996, minnir mig. 12 árum fyrir hrun. Já, og svo kemur bankahrunið og þá bara allt í einu rammast þetta svolítið saman í svona kannski meiri fókuseraðri baráttu hjá mér. Varðandi hlutverk lífeyrissjóðina til dæmis í bankahruninu, spillinguna í kringum sjóðina á áránum fyrir hrun og hvernig stórar viðskiptablokkir nánast voru ráðandi í eftirlaunasjóðum almennings, til dæmis eins og í sjóðunum okkar hjá lífeyrissjóði verslunarmanna, að þar voru félög tengd svona, hvað segja, bakkavararblokkinni, voru nátengd fjárfestingum sjóðsins og stjórnendum þeirra líka. Þannig að þar byrjaði þetta og síðan 2009 að þá kallað eftir breytingum innan VR, þar að segja þar hafði þáverandi formaður setið í bankastjórn Kaupþings og lánanefnd og var líka í stjórnarformaður lífeyrissjóðs verslunarmanna og var svona einhvern veginn öllum með við borðið og mér bauðst að taka þátt í að setja siðareglur í félaginu og þá var eiginlega ekkert aftur snúið að ég kom inn í félagið og fór að taka þátt í svona einhverju starfi og bauð mig fram til stjórnar sama ár, satt svo í stjórn og fer í 8 ár og bauð mig síðan fram til formanns 2017 og hafði sigur og hér enn. Og hér enn og enn að berjast. Enn að berjast og þetta eru mikið til sömu viðfangsefnin þó þau hafi breyst mikið. Og finnst þið til dæmis hafa breyst eitthvað réttindi launþegans varðandi lífeyrissjóðana sína? Hvernig myndur þá sjá það eða hefur eitthvað áorkast í því að
Það margt verið gert sem jákvæð þróun innan lífeyrissjóðakerfisins. Lífeyrissjóðirnir eru ekki bara að fjárfesta og í hverju sem eða hvað við segja. Þeir eru ekki að eingöngu að hugsa Þeir eru ekki eingöngu að gambla eins og við sögum. Nei, ekki eingöngu. Það kemur fyrir að þeir geri það. Já. En það búið að taka inn í samþykktir sjóðana miklu fleiri þætti sem að snúa að fjárfestingum, til dæmis eins og varðandi sjálfbærni, þetta eru alþjóðlegir staðlar. Lífeyrissjóðir mega ekki fjárfesta í fyrirtæki sem tengjast vopnasölu, mansali eða skipulagðri glæpastarfsemi, fjárfest í fyrirtæki sem fjármagnar sig með óeðlilegum hætti eins og skortsölu, og svo með ekki fjárfest í fyrirtækjum sem að vinna gegn sjálfbærni, til dæmis fara ekki eftir lögum sem vinnumarkaðurinn setur eða fara ekki eftir því að greiða fólki laun sem að duga fyrir framfærslu. Og þetta eru bara alþjóðlegar reglur sem sjóðirnir hafa sett sér, sem er jákvætt, en það er enn mjög mikil, það er öðruvísi spilling, ef ekki að segja það. Þú veist, það vinnur fullt af strángheðalegu og flottu fólki innan lífeyrissjóðakerfisins. En spillingin felst fyrst og fremst í því í meðvirkninni. Þegar þú situr í stjórn lífeyrissjóðs og þá hefur mjög ríkar eftirlitsskyldur að til dæmis fylgjast með því hvernig og hverjir fara með peningana og hvort að það sé einhver maðkur í einhverju missunni þar. Og það hafa nú komið upp ansi mörg mál, bæði í kringum hrunið og eftirmálur hrunsins sem að hafa orkað mjög tvímælis, en ekkert hefur verið gert. Hvað að við segðum núna til dæmis, ég vissum það að nánast allir sem að horfa á þetta sunnudagsspjall okkar, Ragnar Þór, þeir hafa á einhverjum tíma greitt í lífeyrissjóð, minnsta kosti flestir, og vita kannski ekki alveg raunverulega hvaða bákn er verið að ræða og hvernig, hvað til dæmis streymir alltaf fast út úr sjóðunum þeirra án þess að það sé, þau séu spurðir að því hvort þau kæri sig það að hafa til dæmis, við skulum segja, það eru nokkra spurningar sem vakna eins og hvað erum við að tala kerfi, hvað eru miklir fjármunir sem að tengjast beint inn í lífeyrissjóðskerfi, númer 1, númer 2, hvað til dæmis þarf þetta sama lífeyriskerfi að fjárfesta fyrir mikið á mánuði, og númer 3, hvað að koma inn á ári inn í sjóðina. Þetta eru tölur sem að við þekkjum og við vitum, en ég efast að áhorfendur okkar gerir sér grein fyrir því hvað við erum raunverulega að tala gríðarlega mikla hagsmuni á því að fá að halda utan þessa sjóði og fá að taka af þeim til sín, og þannig að ástæða til sem við tölum til dæmis það og líka hitt hafa til dæmis áhorfendur og þið áttuð ykkur á því að það hafi verið flutt frumvörpu á Alþingi af Flokki fólksins til dæmis. Núna nýlega var ég að mæla fyrir frumvarpi auki gagnsæi og lýðræði í lífeyrissjóðunum, þar sem að við köllum eftir því að það séu eigendur sjóðana sjálfir sem eru í stjórnum þeirra. Við segjum að samtök atvinnulífsins og atvinnurekendur, þeir eiga ekkert erindi þangað lengur eins og var og tíðkaðist í gamla daga, eftir að sjóðirnir koma á laggirnar í kringum kannski 69 þegar við fyrir að kynnast þessu kerfi. Þó er ég kannski að rugla því sama við. Nei, þeir eru í kringum 69, að þá þessi húsbónda ábyrgð og þá þótti svo eðlilegt að atvinnurekandi kæmi að sjóðunum og annað slíkt. Og svo hvað yfirbyggingin að kosta? Hvað við að borga marga milljarða á ári til þeirra sem eru að maka krókinn á því að fá að sýsla með lífeyrissjóðun okkar? Og svo síðast en ekki síst, hverjir það svo raunverulega sem taka ákvarðanir það? Að fjárfesta. Það ekki einu sinni þeir sem eru á ofurlaunum hér heima, þeir treysta sér ekki til þess að fjárfesta, erlendis það? Ekki einhverjir allt aðrir sem að fá einhverja allt aðra summur greidda sem við vitum ekki einu sinni hvað eru háar? Þetta eru svona spurningar sem hafa vaknað og ég held að áhorfendur hefðu mjög gaman að því, Ragnar, og gagna því að fá að heyra það bara hreint útsagt þegar við erum að tala hér beinharðar krónur og beinharða hagsmuni og þannig að gjörðu svo vel, nú bara búm. Já, það er stórt spurt, ég átti nú ekki vonu öðru. Sko, kerfið í dag í kringum 6.000 milljarðar að stærð. Gríðalegir fjármunir sem innan kerfis og meirinn helmingur af því hérna innan íslensk hagkerfis. Og ef við tökum bara launaveltu, ég hef ekki búin að taka saman launaveltu síðustu árs, en ef að launavelta í landinu í kringum 11-1200 milljarðar
að það má leiða því líkum að 15,5% iðgjald af öllum launum sé þetta í kringum 170-80 milljarðar sem að fara inn í sjóðina bara í beinum iðgjaldum og svo greiða sjóðirnir út bæði lífeyri og svo barna og maka og örorkulífeyri. Og síðan kemur líka heilmikið inn af bókfærðum hagnaði af fjárfestingum. Þannig að fjárfestingaþörf kerfisins þannig að fer miklu meira inn af iðgjöldum heldur en fer út úr sjóðunum og sömuleiðis líka kemur inn af fjárfestingu. Þannig að fjárfestingaþörf lífeyrissjóðanna alveg gríðarleg. Ég heyrði þessa tölu að hún væri á 18 milljarða á mánuði. Já, fjárfestingaþörfin, það parist. Ég talaði bara 15,5 og síðan eru margir sem borgi séreign líka, upp undir 6% í séreign. Þannig að iðgjald sem fólk að greiða inn í lífeyrissjóðakerfi getur verið upp undir 21,5% af launum. Þannig að 18 milljarðar á mánuði eru ekki fjarri lagi sem að koma inn í sjóðina í formi iðgjalda, eitthvað greiðist út. Við sjáum til dæmis núna að fólk búið að taka út 25 milljarða í séreignarsparnaði til þess að standa undir COVID-kreppunni. Þannig að það fer líka út úr kerfinu, en allavega þá kerfið orðið feiknarstórt. Og ávöxtunarkrafan á kerfinu líka mjög há. Þar þurfa sjóðirnir að standa undir ákveðnum meðallaunaréttindum sem að tryggingafræðingar segja séu kringum 3,5% verðtryggt eða sem að þeir þurfa að standa undir. Og ef við tökum þessa 6.000 milljarða og setjum 3,5% ofan á það, að þá eru þetta svakalegar upphæðir sem ræðir sem sjóðirnir þurfa að standa undir, að þetta 200 milljarðar á ári sem þeir þurfa að fá út úr, ekki bara íslensku hagkerfi, heldur út úr fjárfestingum erlendis líka, sem þeir þurfa að fá á hverju einasta ári til þess að geta fóðrað kerfið og loforð kerfisins. Nú, þú spurðir bara yfirbyggingin til dæmis. Yfirbyggingin, já. Ég hef nú skrifað yfir 20 milljarðar á ári eða eitthvað? Ég hef skrifað rekstrarkostnað lífeyrissjóðanna í mörg ár. og þetta verður alltaf erfiðar og flóknara. Já. En þetta verður samt alltaf erfiðar og flóknari spurning. Það er langt síðan að rekstrarkostnaður og yfirbygging lífeyrissjóðanna fór yfir 20 milljarða. Það er langt síðan. Og þetta er mjög ógagnsætt að mörgu leyti þar sem að sjóðirnir eru í auknum mæli að úthýsa þessari vinnu í staðinn fyrir að vera með... kannski 12-15% af öllu sem við erum að greiða þarna inn sem fer bara í reksturinn og yfirbyggingun á sjóðunum sjálfum, því að ef það væri 20 milljarðar og við varum að taka inn 200 milljarðar árið, þá segja sér sátt, þarna er það að taka þá 10%, hugsaðir. Já, þetta er það virkilega þannig? Þá eru að tala um heildar kostnað við að stýra öllu eignasafninu sem er í kringu 6.000 milljarðar og 0,5% í kostnað við eignastýringu sem verið þá 30 milljarðar þætti mjög lágtala. Ef við setjum þetta í slíkt samhengi, það þætti mjög lágtala. En lífeyrissjóðirnir, þeir eru mjög mikið að fjárfesta í fjárfestingasjóðum og fjárfestingasjóðirnir, þannig verður kostnaður svo ógagnsær að þú bara, þeir taka sinn rekstrakostnað, taka hann oft bara frá ávöxtuninni. Þannig að það er mjög ógagnsætt og mjög erfitt að finna svona raunverulega tölu hvað kostar að reka þetta kerfi. Það kostar alveg mikið að reka þó lífeyrissjóðirnir tapi eða græði. Já. Þannig að þetta eru gríðarlegar upphæðir sem að fara í þetta og eins og ég talaði áðan varðandi spillinguna. Nú er þetta ekki hagnaðardrifið? Er þetta ekki hagnaðardrifið hjá þeim sem er að maka krókinn þarna? Er þetta ekki hagnaðardrifið? Þetta er náttúrulega hagnaðardrifið kerfi. En ég meina það er ekki refsing á það ef að þú tapar 600 milljörðum eins og í hruninu. Þá er það enginn sem að tekur ábyrgð á því, þá er það bara alltaf kæja það ekki. Yfirleitt er það þannig að þú þarft að borga launin og þú þarft að borga umsýslukostnaðinn alveg sama hvort það verið hagnaður eða tap. Þannig virkar þetta yfirleitt. Ég er nú aðalega að tala um bónus ef skildi nú allt í hennu ganga vel og við myndum fjárfesta að voða og vera heppin og í staðs að setja það beint inn í okkar þá samtryggingarsjóð lífeyrissjóðina, þá fá þeir svona bónus eða er ekkert svoleiðis? Það er engin bónuskerfi hjá starfsfólki neins staðar, en hins vegar vitum við ekkert hvernig þessi fjárfestingarsjóðir vinna. Þetta þýðir að sjóðirnir eru alltaf í meiri mæli að úthýsa eignastýringunni. Það er minna og minna sem að gerist innan sjóðana sjálfra, þó að yfirbyggingi þar sé nú ekkert lítill. Þetta eru margir forstjórar og margir yfirmenn og þarna eru reiknaðis með til að þetta séu upp undir milljarður sem að fer á hverju ári í að borga
æðstu stjórnendum lífeyrissjóðanna laun. Hvað eru þeir margir? Þeir eru, já, ég var nú ekki búin að undirbúa mig kannski nú vel til þess að rifja þetta upp. Nei, ég skil ekki. En þeir eru þó nokkuð margir. Mér minnir að þeir hafi verið, já, sko, með stjórnendum held ég að hafi verið, sko, stjórnir og stjórnendur hafi verið eitthvað 96 talsins. Já, ég var bara að meina svona með tilliti til þess hverjir eru að fá þennan milljarð, hvað ég skil. En þetta eru tölur sem eru kannski 2 ára gamlar, ég hef ekki haft tíma til þess að taka þetta saman nýlega. Það er önnur risa spurning. Það er önnur risa svona pæling og það við til dæmis í flokki fólksins vorum að mæla fyrir frumvarpi núna í sambandi við að fá staðgreiðslu við innborgun í lífeyrissjóðana. Við erum með mjög öfluga greinargerð með þessu frumvarpi og sitt sýnist hverjum og auðvitað eðli málsins samkvæmt þá fórna þeir höndum sem að eru þarna að sjá stýringuna og sjá sjóðina. Maður velti fyrir sér þegar rökstuðningurinn gegn því að fá staðgreiðslu við innborgun í lífeyrissjóðin í staðinn fyrir að borga skattana við útborgun, að þá virðist eins og nú gert sko, þá virðist að vera að rökin séu þessi við verðum okkur fjölga svo hratt í eldri kantinum sko. Við verðum eldri og við verðum fleiri og það er færri hendur sem að sjá okkur inn í velferðarkerfinu, sem að eiga að sjá og halda uppi okkur þegar við erum orðin allt og mörg og allt og gömul sko. Þannig að ég velti fyrir mér, er hægt að stilla upp svona breytu án þess að taka tillit til þess að auðvitað fjölgar okkur samhliða. Auðvitað fjölgar okkur og auðvitað koma aðrir inn í staðinn og auðvitað heldur alltaf hjólið áfram að snúast og peningarnir að flæðin í sjóðinn. En við útborgun, ef að vera að taka staðgreiðslu við útborgun, þá það náttúrulega eðli málsins samkvæmt mun lægri tala sem fer inn í lífeyrissjóðinn heldur en ef við tökum staðgreiðsluna strax við innborgun og annað sem ég velti fyrir mér, hvort allir lífeyrisþeginn sjálfur hafi meiri þörf á því að fá, við skulum segja, lent í slysi, bara ég og þú, við getum kannski lent í hræðilegu slysi og þurft að taka út lífeyrinn okkar bara 1, 2 og 3. Við erum nú ekki búin að ávinna okkur mjög miklum lífeyrisréttindum kannski þegar maður ekki orðinn eldri eða sérstaklega eins og þú. Þannig að þú ert allt í einu komin inn á örorku og þú færði í rauninni, þá færðu staðgreiðsluna í hausinn. Þegar þú fer að nýta þetta, þá skaltu borga 35 eða 36% staðgreiðslu þegar þú ert ekki einu sinni í stakk búin til þess að reyna að auka tekjurnar eða svigrúm á neitt nátt. Ég aðalega að hugsa hvernig getum við teiknað upp þetta kerfi, þetta okkar kerfi, þannig að það nýtist okkur og tryggi okkur sem best frá vöggu til grafar. Þá ég að meina að börnin okkar gagnvart því að foreldri eins og þú bendir á þinn vin sem að lést þarna á bara skyndilega og algjörlega óvænt og allt kemur bara, allt fyrir að flæða upp á þér. Þá ég að velta fyrir mér, hvað eru líka margir dánir? Áður en kemur að því að þeir nýta sér það sem búið að vera að taka af þeim í lögum þvingaða lífeyrisbarna. Og það fer inn í þessa sameign og þessi, heyrðu, þetta er sameign, þetta er bara sameigilegt flæði okkar hér og við bara tökum inn í samneysluna og sjóðin okkar ef að þú ágæti lífeyris eigandi hrekkur upp af. Þannig ég er að segja sko, við mæltum líka fyrir einmitt frumvarpi þar sem við óskum eftir því að lífeyrissjóðir verði skilyrtu samkvæmt 72. grein stjórnarskrár eignarétt. Þannig að í stað þess að hafa hann sem einhver svona sameiginlegt kerfi, samtryggingarkerfi, að þá verðan skilyrðislaust metinn sem eignaréttur af því að þetta eru jú örugglega 15,5% af laununum þínu sem þú þarft að setja inn í þennan sjóð, hvort sem er líka betur að vera. Þú mátt ekki einu sinni velja fjárfesta eða leggja það inn á bók og taka það fyrir sjálfa þig og inn í þessu frumvarpi okkar líka, þá hann líka þá leið erfanlegur. Þannig að það kemur að sjálfu sér ef sko, þá segja þeir, já en þá ertu bara búin að taka svo mikið pening út úr sjóðunum og eftir stendur þetta og þetta lítið og hann rýrist bara sjóðurinn og við stöndum uppi með það að geta síðan ekki staði við skuldbindingarna sem sjóðurinn byggður upp á í fyrstunni. Ég segi, sko, það þarf að taka inn, Ragnar, ég meina það þarf að taka inn fleiri breytur eins og breytunum það að við verðum ekki bara eldri, okkur fjölgar líka. Og ekki bara við verðum eldri, við erum líka friskari. Þannig að við getum unni lengur en þá kemur ríkið og segir, heyrðu, hættu að vinna þegar þú ert 70. Þú bara hættir að vinna hér og nú, punktur á basta og þú ferð bara á þín eftir laun. Sko, það er þessi stóri bróðir sem skikkar okkur og stillir okkur upp í vegg.
sko, þessar 6.000 miljardar sem þú nefnir, þetta hvorki meira en minna en kannski kringum 10 sinnum það sem við höfum í ríkissjóð á ári til að nota í alla okkar, allan okkar rekstur. Já, þetta þannig að sko, er ekki alveg... svakalegar upphæðir. Þetta eru svakalegar upphæðir. En kannski ef ég svara einhverju að þessu, að þá það þannig að sko, kerfið rosalega flókið. Og það mjög erfitt fyrir fólk að átta sig á því hvernig það virkar og sérstaklega þegar kemur þetta samspil á milli almannatryggingakerfisins og lífeyrissjóðanna, það að segja skerðingarnar. Ég ætlaði nú ekki einu svona að fara. Nei, en sko, þú veist, sko kerfið sko byggt þannig upp að þetta á að vera sjálfbært kerfi, sjóðsöfnunarkerfi og það á að bera sig bara í framtíðinni og ríkið og stuðningur þess eða greiðslurnar frá Tryggingastofnun eiga þá að detta út. En það nú svo skrítið að við erum búin að festa okkur inn í kerfi sem hefur ákveðin ómöguleika. Og ómöguleikin felst í því að við ætlum að vera með lífeyriskerfi sem algjörlega markaðsdrifið sem þarf að mjólka samfélagið að innan til þess að halda upp í hárri ávöxtunarkröfu til þess að geta borgað síðan einhvern lífeyri sem að mögulega dugar síðan ekki til framfærslu. En það sem að sko stóri sko fíllinn í stofunni með kerfið, sjóðsöfnunarkerfið, það að ef að gerist til dæmis eins og gerist eftir bankahrunið að það verður ekki seljanleiki á mörkuðum nema að fara með eignir á brunaútsölu. Hvað gerist þegar lífeyrissjóðakerfið fullþroskað og getur eingöngu greitt út lífeyri með því að selja eignirnar. Það getur bara hrunið núna geta notað iðgjöldin til þess að standa undir þessu, þau þurfi ekki að selja eignir. En á einhverjum tímapunkti snýst það við. Og það þessi markaðsáhætta sem dempa sér yfir framtíða kynslóðir og það ómögulegt að segja hver skaðinn verður. Við vitum það bara að þegar að sjóðir þurfa almennt að selja á brunaútsölum að þá verða þær brunaútsölur ansi skrautlegar. Þannig að það einn ómöguleikin. Síðan kemur eins og varst að spyrja varðandi þetta að gera lífeyrin erfanlegan og svo framvegis. Þetta, sko, við erum með samtryggingakerfi. Þannig að þú vinnur þér inn fyrir réttindum með því að greiða inn í kerfið. Og þetta virkar sirka þannig, ef við tökum til dæmis lífeyrissjóð Vesturlandsmanna, að þeir sem að ná að lifa það lengi að verða 82 ára hjá körlum og 83 ára hjá konum eitthvað slíkt, að þeir lenda á sléttu. Þeir eru þá búin að taka út allt sem þeir greiddu inn. Allir sem að verða eldri, að þeir eru að fá greitt það sem að þeir greiddu inn sem að náðu kannski ekki að lifa til 67 ára og rauninni bera uppi kostnað kerfisins við að greiða þeim sem að fara yfir þessa línu. Og þannig svona virkar þetta samtryggingakerfi og síðan náttúrulega greiddur þarna barna- og makalífeyri og örorkulífeyrir. Þetta reyndar eru tölur sem eru skammarlega lágar og hafa ofta ekki rosalega mikið að segja þegar að fólk lendir í áföllum. Þetta eru jú einhverjir 2000 kallar og eitthvað svoleiðis en kannski stóra samhenginu breyti ekki öllu. En stóra spurningin þín, það sem þú ert að spyrja rauninni að, varðandi fyrirfram skattlagningu og iðgjöldum, varðandi það getum við breytt kerfinu og gert það erfanlegt, getum við breytt þessu skerðingafyrirkomulagi og barist á móti skerðingunum. VR, við erum í málsókn með gráa hernum og erum búin að stefna ríkinu varðandi skerðingarnar. Þið hafið staðið ykkur frábærlega vel í þessu. Ég hef fylgst með flokki fólksins aðdáunarverk hvað þið hafi verið dugleg að vinna í þessum málum og málsóknin sem þið unnið á sínum tíma. Já, ég myndi segja að sú málsókn hafi í rauninni verið rótin að því að grái herinn að fara fram með sitt mál vegna þess að okkar mál það í rauninni, það byggði svo sem á því að þá höfðu heimildir í lögunum fallið niður. Það höfðu fallið niður til skerðinga í þessa 2 mánuði. Bara rétt klára spurninguna sem var stóra spurningi. Þetta hafa, nei, allt í góðu. Nei. Annars gleymi ég mér. Já, ég skil því. En sko, þú spurðir varðandi fyrirfram skattlagninguna. Þú spurðir varðandi erfanleikan og fleira. Auðvitað þetta allt hægt. Það hægt að breyta þessum kerfum. Þú
þú veist, það mannanna verk að koma þessum kerfum á. Og þegar við, sko, þegar lífeyrissjóðakerfið sem við þekkjum strúktúrinn í dag komið á svona upp á 1969, kerfið á sér miklu lengri sögu, alveg sko heldur frá 1950 eða jafnvel fyrr, að þá sem sagt verður þetta kjarasamningsbundið og þess vegna koma atvinnurekendur inn í kerfið og þess vegna verkalýðshreyfingin og atvinnulífið í einni sæng innan kerfinu vegna þess að þetta gert á grundvelli kjarasamnings. Síðan árið 1997 að þá taka í gildi lög skyldutryggingar lífeyrisréttinda sem að gera í sjálfu sér iðgjaldi lögbundið og festa í lög þau réttindi sem sjóðirnir eiga að greiða. Á þeim tímapunkti að þá þetta ekki lengur kjarasamningsbundið mál aðila vinnumarkaðarins. Á þeim tímapunkti að þá eru flesta allar breytingar sem þarf að gera þurfa að fara í gegnum löggjafan. Og við eigum alltaf að vera að endurskoða þessi kerfi og það sem þú ert að ræða og hefur verið að tala varðandi skattlagning og varðandi ýmislegt, auðvitað eigum við að tala þetta vegna þess að kerfið í dag ómannúðlegt, það mjög hæpið að það gangi upp og ég hef gagnrýnt þetta í mörg ár og það nú fleiri farnir að taka undir þessa gagnrýni með hver raunverulegu styrkur þessa sjóðsöfnunarkerfis að því við þekkjum möndrurnar að við séum öfunduð allan heim. Já, minnst ekki á það, alveg jafn öfunduð á besta fiskveiðistjórnunarkerfi heimi, við skulum bara ekki tala það var stigið fram eins og Gylfi Magnússon, dósent í hagfræði og fleiri og svona haft ákveðnar efasemdir á þeim nótum sem ég hef verið að tala fyrir. En kerfið ekki bara flókið, kerfið ekki bara ómannúðlegt, það líka ógagnsætt og við eigum ekki að vera með kerfi sem að fólk skilur ekki. Við erum með notandakerfi sem að við erum að senda gamla fólki okkar í að nota sem að það áttar sig ekki á því hvernig það virkar. Það þarf að gera tekjuáætlanir, það má ekki fá aukagreiðslur hér eða þar á eins og það skerði eitthvað annað. Sko það hreinlega komið í veg fyrir það. Að við getum fengið hagsmunafulltrúa til þess að taka utanum þá þjóðfélagshópa sem að berjast í því að reyna að skilja í rauninni hið óskiljanlega. Við köllum eftir hagsmunafulltrúa fyrir aldraða sem í svo flóknu kerfi sko eins og við öll meira og minna. En nei, það eins og að sé bara einbeittur vilji að koma í veg fyrir það að þessir aðilar sem að þurfa og vilja og eru jafnvel kvíðnir fyrir því, bara hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Verðum alltaf kvíðnari og byggjum upp meiri svona óróleika með okkur eftir því sem við verðum eldri. Þannig að sko, það með hreinum ólíkjöndu hvernig mér finnst allt stefna í þá átt að reyna að koma í veg fyrir einmitt gegnsæið og einmitt þekkinguna á því sem við vildum gjarnan fá að þekkja og fá að kunna og fá að vita. Vegna þess að þetta kemur okkur ekki við. Já, það nefnilega þannig. Og annað Ragnar, þú talar samtryggingakerfi og allt það. Það ekki þar með sagt að það séu allir sem vilji vera í þessu kerfi. En það sem ég sagði áðan, við höfum fáum engu það ráðið. Við erum bara skikkuð þarna inn og bara sittu og stattu og vertu bara góður. Og höfum ekkert það að segja hvernig stjórna lífeyris, umsýslu með lífeyris réttindunum okkar, það að segja eignunum. Sko við komum með Ragnar inn í líka. Já, og þetta eins og nefndi líka að eins og þið hafi lagt til, veit ég, Pétur Heitinn Blöndal lagði til frumvarp að sjóðsfélagar kjósi lífeyrissjóðina, þið hafi lagt fram sama frumvarp. Ég hef lengi barist fyrir því og að sjóðsfélagar kjósi stjórnir lífeyrissjóðina, en það bara þannig að innan verkalýðshreyfingarinnar þá hefur myndast ákveðin sértrúarsöfnuður í kringum þetta kerfi og þetta fyrirkomulag og sömuleiðis hafa samtök atvinnulífsins og hagsmunaöfl þar inni hafa haft mjög lengi mikil ítökin í kerfinu og þetta hefur sést til dæmis mjög opinberaða sig til dæmis í kringum hlutafjárútboð Icelandair. Þrýstingurinn var gríðarlegur frá atvinnulífinu að lífeyrissjóðirnir kæmu með björgunarpakka, björgunarpeninga þarna inn. Svona Íslandsbanka þrýstingur. Já, gríðarlegur þrýstingur. Þetta bara einn armurinn. Og síðan aftur á móti þessum þrýstingi kemur meðvirknin frá verkalýðshreyfingunni. Þannig ég hef alltaf sagt, það alveg jafn mikilvægt að verkalýðshreyfingin aftengist stjórnum lífeyrissjóðana eins og atvinnurekendur. Og sjáðu bara til dæmis það
ef ég að semja fyrir mitt fólk laun, ég að þrýsta upp kaupgjaldinu á meðan ég á að vera að þrýsta á lífeyrissjóðina að hámarka arðsemi, kannski í sama fyrirtæki. Og það gerist ekki öðruvísi en að lækka kostnað eða hækka álagningu. Þannig að það ákveðin mótsögn líka fyrir verkalýðshreyfinguna að vera inni og algjörlega galið að fólkið sjálft kjósa ekki stjórnindar hann inn. Okkur treyst þess að kjósa þig inn á þing og ráða með þjóðarinnar. Okkur treyst þess að taka þátt í mörgu svona lýðræðislegu á vettvangi sveitarfélaga og ákvarðanatöku þar. En okkur ekki treystandi fyrir að kjósa stjórnir lífeyrissjóða. Þessi svo kallað spari fé okkar ekki treyst til að fara með það. Já, ég meina, þetta hefur verið vandamál árum saman að sjóðirnir virðast fara með þessa peninga oft á tíðum. Þá er að tala um sjóðstjórnir, ekki starfsfólkið, sem fé án hirðis. Og sjáðu bara kannski, ég taka hérna bara þrjú, fjóru dæmi, bara sem nýleg dæmi. Hvað eru lífeyrissjóðirnir búin að fara í mörg skaðabótamál? Síðustu, 15 ári. Hvað ekkert? Eitt eða tvö. Og þarna kemur inn heilt bankahrun, það sem að endurskoðenda skrifstofuna stóru alþjóðlegu, það sem að ábyrgðarmenn hrunsins sem að frömdu ólýsanlega og ófyrirgefanlega glæpi gegn samfélaginu. Við erum að horfa á til dæmis stjórnendur í Eimskips í ágæta fyrirtæki að þeir taka ákvörðun um að fremja mjög alvarlega umhverfisglæpi með förgun og skipum, vissu nákvæmlega hvað þau voru að gera. Hvað gera lífeyrissjóðirnir sem voru stærstu eigendurnir þar? Ekkert. Jú, þeir stinga haustum í sandinn. Vegna þess að þetta er spilling. Það er spilling að vita af einhverju sem er ekki í lagi og gera ekkert í því. Sjáðu til dæmis með framkvæmdirnar hérna niður á Austurvelli, Landssímaritnum. Þarna voru einstaklingar sem að löbbuðu í burtu með 456 milljónir í vasanum. Og Icelandair borgaði brúsann. Icelandair búið að afskrifa fjárfestinguna í lúxushótelinu sem er að byggja þetta niður frá. Og hverju tóku peningi? Þetta voru einstaklingar sem að tengjast í gegnum ákveðin flokk fyrrum stjórnendum fyrirtækisins. Ég hef bent á þetta. Hvað gerðu stjórn Icelandair? Og hvað gerðu eigendur Icelandair sem voru þá stærstu hluthafarnir? Sjáðu Bakkavaramálið þegar hlutirnir í Bakkavör voru seldir hérna upp á 2015. Lífeyrissjóðirnir og Arion banki urðu af mögulega 80 milljörðum. 80 milljörðum. Og það er margt sem bendir til þess, að þarna hafi verið maðkur í misunni. Er einhver sem að kærir? Er einhver sem að gerir athugasemdir við þetta? Nei. Þetta gerði Bakkavararbræður að einum ríkustu mönnum Bretlandseyja. En lífeyrissjóðirnir, þeir vissu að því að þarna voru atriði sem bæði ég og ég veit að aðrir aðalega bentu á, en það var ákveðið að gera ekki neitt. Vegna þess að sjóðirnir virðast hafa meiri, hvata til þess að þæfa mál niður eða sópa þeim undir teppið, reynist þau, erfið í orðræðu óþægileg út af við. Og þetta mun ekki breytast í okkar samfélagi fyrir en við breytum þessu fyrirkomulagi varðandi stjórnskipunin í lífeyrissjóðin og fólkið sjálft, við erum besta aðhaldið. Við erum besta aðhaldið á stjórnirnar. Við getum sagt, nei, herðu, nú skulle þið gera svo vel að gera eitthvað í þessum málum. Við líðum ekki spillingu eða lögbrot eða einhverjir braskarar að taka snúning á fyrirtækjum í okkar eigu eða taka snúning bara beint á sjóðunum. Þetta líðum við ekki. Og síðan hef ég verið að berjast fyrir því að lífeyrissjóðirnir komi að uppbyggingu á húsnæðismarkaði og þá erum við ekki að tala um óhagnaðardrifin félög. Við erum bara að tala um það að mæta fyrirsjáanlegri húsnæðiskreppu, mögulega byggja fyrir gamla fólkið og lífeyrissjóðirnir eiga 6.000 milljarða. Ragnar, erum við ekki þegar í blússandi húsnæðiskreppu? Við erum bara í henni, hún er byrjuð. Já, þetta er alltaf að koma fram. 1% af eignum lífeyrissjóðana gæti farið langt með að leysa eða allavega gert mikið í gagni því að leysa hér húsnæðismarkaði sem er grunnþörf fólksins sem eru allir sjóðsfélagar í lífeyrissjóðum og lífeyrissjóðir eiga að verja hagsmuni sjóðsfélaga
Það er þeirra skylda, lagalega skylda. Akkurat. Ekki að reyna að fá sem mest fyrir króna. Annars færið þau bara að fjárfesta í einhverju fyrirtæki sem stundaði vopnasölu eða mansal. Og það mega þeir heldur ekki gera. En sko áður en við förum og við erum náttúrulega búin að taka náttúrulega megnið af tímanum okkar í lífeyrissjóðina. Erum við ekki að tala um kjaramálin? Jú, ég ætlaði nefnilega að segja að það var bara eitt áður en við skiljum við lífeyrissjóðina. Það var bara aðeins eitt þessi punktur að því ég var að tala um greiðslu hérna núna taka staðgreiðslu við innborgun í lífeyrissjóðina strax. Þá ætla ég að skilja við sjóðina með því að segja sko að spyrja út í það þetta yrði þarna sennilega á bilinu bara í kringu 70 milljarðar sem við sennilega fengjum umfram inn í ríkissjóð. 70 milljarðar, það til dæmis verið að skerða eldri borgara í almannatryggingakerfinu ríflega 30 milljarða á ári. Við gætum í rauninni með því að fá þetta fjármagn, þá getum við gjörbreytt öllu öðru landslægi ef við myndum virkilega nýta þetta fé eigenda sjóðana í það að byggja betra líf fyrir sjóðsfélagana sjálfa. Þá er ég að segja sko, það virðist vera eins og megi ekki almennilega teikna upp heildarmyndina af því hvaða gríðarlegir hagsmunir það eru. Og líka þetta, það er auðveldasta fyrir okkur væri ég vel bara að fara bara með almennilega skoðanakönnun til sjóðsfélagana og spurja þá bara einfaldlega út í það sjálfa. Viljið þið afnema allar skerðingar og bla 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 og viljið þið fá að við greiðum staðgreiðslu strax við innborgun inn í sjóðina. Þetta er sko... Það er samt einn hængur á samt í þessu máli að lífeyrissjóðakerfið það reiknar sig upp með því að halda eftir skattgreiðslunum og reiknar með því að þær ávextist yfir lengri tíma sem að skapa réttindi. Alveg hárrétt. Þeir eru bara að reikna upp og nýtt. Þetta er mjög góður punktur, Inga, vegna þess að allar breytingar, sko, það á ekki að, sko, við eigum að vera opin og þá við eigum að vera óhræddu að tala um breytingar. Eina sem að myndi, sko, það sem sjóðirnir þyrftu að gera, þeir þyrftu að reikna allt upp og nýtt. Þeir þyrftu að vera með þá sérstakann hluta kerfisins sem væri skatlaður hluti af réttindum og sérstakann hluta kerfisins sem væri óskallaður. Þeir hafa vel launaða snillingar til að leggjast yfir þetta, Ragnar. Það er nóg fólki til að reikna þetta út. Nóg fólki til að reikna þetta. En þetta er eins og þetta er ástæðan fyrir því, en allar breytingar eru náttúrulega þeir sem eru fastir í kerfum, þola ekki breytingar og geta ekki hugsað sér að hugsa út fyrir neina ramma. Og það er kannski svona kannski stóri gallinn. En auðvitað eigum við að skoða þetta og við eigum fyrst og fremst, og ég hef kallað eftir því, að við eigum að fara í heildarendurskoðun á öllu þessum kerfum okkar sem við erum með í kringum okkur. Samspil allar þessara kerfa, til dæmis ef þú fær styrk hérna að þá er hann tekin að þér einhvers staðar annars staðar. Þetta er bara stagbætt. Þetta þarf bara endurskoðun og eina sem við þurfum að passa okkur á að fólki sem að fer í þessa endurskoðun að það kom ekki innan úr kerfinu sjálft. Hvernig í ósköpunum getum við komið í veg fyrir það að koma úr kerfinu því það væri ævintýralegt ef okkur tækist það, Ragnar. Ég sat í endurskoðun almannatrygginga í nokkur ár og það var, ég man átti að Pétur heitinn Blöndal að hann fannst mér alltaf að hugsa út fyrir ramman í að gera kerfið skilvirkara og einfaldara. En þegar að kerfiskallarnir komu að þá voru plástarapakkarnir teknir upp. Sko kerfiskallarnir geta ekki farið í þessi spor. Nei, það er ekki spor öryrkjans eða neitt. Við erum bara sko kennitala á Excel-skjali. Já. Og örorkubyrði heitir það nú hjá þessum snillingum í þessum stjórnum. Það er örorkubyrðin. Þetta er ljótasta hugtak fyrir utan fráflæðisvandan. Þú getur ekki ætlast til þess að þeir sem að þurfa ekki að nota kerfin, þeir hafa engan skilning á því hvernig þau virka. Ekki neitt. Þess vegna er ég að furða mig á því út af hverju við Guðmundur Ingi erum ekki hérna með 75% fylgi hérna í flokki fólksins með alla þá hugsjón og alla þá baráttu og með það við erum búin að standa í nákvæmlega þeim skóm sem að við erum að koma hérna með 30-40 frumvörp og ályktanir, við fáum bara ekki athygli. Það er vegna þess að það vill enginn hafa svona flokk inn á þingi sem að talar af hugsjón og virkilega berjast fyrir þann sem að höllum fæti stendur út í þessu samfélagi. Við erum búin að koma fátæktar umræðinu algjörlega á framfæri og í umræðuna, en það er bara einhvern veginn eins og með þetta, þú berst fyrir einhverju, þú
það er bara meira en að segja og þess vegna ætlum við að vinda okkur beint í kjara baráttuna þína núna, þar sem þú ert búin að vera algjörlega með kyndilinn á lofti, kyndilberi hér, fyrir stærsta verkalýðsfélag í landinu. Ég held að sé nú bara vel hvað yfir 32.000 félagar, eða ekki? Nei, þeir eru 37.000. 37.000 og fer fjölgandi. Já, og ennþá fleiri á kjörskrá vegna þess að gamla fólkið okkar, ef að það hefur greitt í félagið á 67. aldursárunu, þá hefur það kosningarétt til dauðadags. Þannig að, Ragnar, Já. þetta snýst það, þessi barátta og þetta lýðræði sem við eigum, bæði innan félagana þá og í öðrum kosningum, það er að fara og nýta atkvæðisréttin sinn. Það er að kjósa, það er að taka þátt. Þegar ég kem inn í félagið 2009, þá gat ekki en almenni félagsmaður kosið. Hann gat ekki einu sinni boðið sig fram, en það var mjög erfitt. Já. Þannig að við breyttum þessu 2009, þannig að allir geta boðið sig fram. Og það hafa verið mjög formaskipti í félaginu VFR. Vegna þess að fólkið sem borgar í félagið og sem er félagið okkar, að ef það er ekki ánægt með forystuna eða þá stefnu sem félagið er að taka, að þá er fólki bara kosið frá. Já. Þetta er ekkert hægt á mörgum stöðum og ætti bara fleiri félög og fleiri félagasamtök og bara jafnvel ennþá fleiri að taka sig bara þetta fyrirkomulag til fyrirmyndar vegna þess að þetta er svo lýðræðislegt, þetta er svo opið og það er svo auðvelt að taka þátt í þessu ef þú hefur áhuga. Ef þú hefur áhuga, en nú skulum við snúa okkur að því sem þú hefur nú sérstaklega verið að brasa við núna virkilega og þeir kjara samningar og sá slagur og barátta sem þau hefur þurft að berjast í og mér er nú sérstaklega minnistæði samningarnir sem að náðust í gegn í fyrra. Já, hitti fyrra. Nei, ég hitti fyrra. Já, við erum komin yfir áramótin. 2019. Já. Lífskjara samningarnir svokölluðu sem að voru í rauninni algjörlega tímamóta samningar þó að allir hefðu vilja sjá fleiri krónur. Það er alltaf það. Að þá voru lífskjara samningarnir tímamóta samningar á sinn hátt. Já, við viljum alltaf sjá fleiri krónur og við viljum alltaf gera betur. Bæði við sjálf sem erum í þessari hringiðum og sömulegis líka þeir sem að standa svona fyrir utan og eru áhorfendur. En það er meira en að segja það, sitja við samningaborð og þú þekkir það við... Þið eru örugglega að berjast á svipuðum stað og við gerum sko bara inn í þinginu. Það er eitt að finnast eitthvað og vera með kröfur og þetta vita allir. En við náttúrulega lendum í mjög krefjandi aðstæðum í kringum fall WOW og svo náttúrulega erum við að fá COVID-kreppuna núna í fangið. En það sem var svona, myndi ég segja, mjög sérstakt við lífskjarasamningin fyrir það fyrsta, það var farið í krónutöluhækkanir sem að í sjálfu sér þrýsta því svigrúmi sem var til staðar, eða við töldum að vera til staðar, að því var þrýst meira niður á millitekjuhópinn og niður. Og það var bara töluvert mikið sátt það, þeir sem voru tekjuhærri innan félaginu, að þeir greiddu atkvæði líka með þessum samningi og greiddu atkvæði með því að nú væri tími til þess að þrýsta kjarabótum frekar á millitekjuhópa og niður. Síðan náðum við niður vaxtastiginu, við gerðum samningunum var borin undir Seðlabankann og það voru settið fyrirvarar ef að vextir myndi ekki lækka x mikið að þá myndi samningurinn falla. Já. Þannig að, og þetta hefur skilað fólki ígildi 100-120 króna launahækkun ef það lækkar greiðslubyrði á lánum 70-80.000. Gríðarleg kjarabót og sýnir mikilvægi þess að ráðast á kostnaðinn við að lifa, ná honum niður. Síðan gerðum við annað í samningnum og það var sett inn í samningin svo kallað svona hagsveifluauki, ef við getum kallað þessi slíkt. Að ef að gengi vel og hagvöxtur yrði x mikið, að þá fengjum við ábót ofan á samningin. Það er að segja að við getum sagt, ok, að það verður mikill hagvöxtur í landinu og ef það gengur vel í hagkerfinu, að þá munum við líka njóta góðs af því og það var gerður það sérstakur hagvaxtarauka samningur, eða þetta er kallað hagvaxtarauki. Þannig að ef að vel gengur, þá fáum við meira. Ef að gengur illa, þá fáum við ekki meira. En ekkert minna, skiljum. Nei. Og þetta var aldrei verið gert áður. Nei. Að semja fyrir fólkið hlut í velgengni ef að gengur vel. En svo náttúrulega fáum við COVID-kreppuna, en það er ennþá möguleiki fyrir okkur að fá eitthvað út úr þessum hagvaxtarauka að því að eftir svona niðursveiflur þá kemur uppsveifla og þá gæti þetta gefið á bátinn en betur þegar að síðari hluti samningsins tekur við. Og síðan samkomulagi við stjórnvöld
Þar náðum við samkomulag með aðgerðir varðandi verðtrygginguna. Það hefur ekki náðst áður. Við náðum að fara í fullt af hlutum. Og hvað hefur gerst með það? Hvað hefur búið að gerast með það? Reyndar ekkert, en það er frumvarp sem er tilbúið. Það gengur ekki eins langt eins og ég vildi. Ekki eins langt eins og frumvarpi okkar sem við erum búin að mæla fyrir tvisvar. Nei. Við erum búin að mæla fyrir afnema verðtryggingu og neytendalánin. En þetta er bara, eins og þú þekkir í pólitíkinni, eigum að taka hænuskref áfram eða standa í stað. Eða auðvitað vildi ég Hver er raunstaða núna til dæmis út í samfélaginu í þessari kreppu? Við erum komið verðbólguna áskrunni í 4,2% og hvað er það að þýða fyrir heimilin í landinu? Þarna erum við ekki ósammála. Þarna erum við alls ekki ósammála. Nei, við erum algjörlega sammála. En við náðum þessu í gegnum aðgerðapakka stjórnvalda sem var metin á þeim tíma 80 milljarðar sem er svona með því umfangsmesta sem hefur náðst í svona samkomulagi held ég fyrr og síðar. Og þetta sneri að fæðingarorlofinu, barnabótum, breytingar á skattkerfinu og húsnæðismálin og fullt af hlutum. Ég tel að þetta hafi gerst af því þið stóðu saman. Að sjálfsögðu. Þið stóðu saman og það var að verða breytt landslag í baráttunni með svona nagla eins og þig og Sólveigu Önnu og Villa Birgis og bara naglar koma þarna bara og hingað og ekki lengra og svo sér maður það náttúrulega núna. Nú ert þú komið með mótframboð, sennilega út af því að þú hefur sennilega verið að gera of vel og of mikill hugsjónamaður og of duglegur og þú ert of baráttuglaður, nú á að reyna að koma þessu öllu í sama formið og það var áður, lufsast þarna áfram og helst ekki gera neitt og láta alla kaupmáttaraukningu í rauninni verða engu, hækkar 100 kall og sama tíma þá hækkar allt annað 200 kall, þannig eftir situr í tapinu, þannig var það. Þið hafi náð í rauninni að lyfta grettistaki hvað þetta varðar. Og Ragnar Þór, þú bara verður að vera að ná fram. Það er ekkert flóknar en það. Það verður bara... Takk fyrir það. Það er gott að heyra. Ég segi bara við áhorfundur, þú bara verður að vera að ná fram. Þið verður bara að sjá til þess að Ragnar Þór verði að ná fram. Eða viljið ekki tapa þessu sem að þó hefur áunnist, sem að allir vildu hafa miklu meira. Ég skynja allavega mjög mikil stöðning út í samfélaginu og ég held að með verkefnin framundan að þau eru á stærðargráðu sem eru bara svakaleg. Já. Við erum að fara að takast á ekki bara við eftirmála þessara COVID-kreppu, við erum að fara að eiga líka við hvernig reikningnum fyrir henni verður skipt. Verður kreppinu dreift yfir skemmri tíma og það mun þýða að ákveðin hagsmunaöfl í þessu landi muni nýta sér tækifærið og komast yfir mikilvægar auðlindir í eigu okkar allra. Eru þeir ekki að byrja á Íslandsbanka? Á ekki að drífa söluna á Íslandsbanka núna fyrir næsta kosning? Við erum með gríðarlega mikilvæg innviðir eins og bankakerfið, mikilvægir innviðir, raforkun orkufyrirtækin og fleira. Já. Við þurfum að sjá til þess að þessari kreppu verður dreift yfir lengri tíma, 10-12 ár eða allavega fram að mögulegri næstu niðursveiflu og þetta skiptir svo miklu máli vegna þess að þá eru minni líkur á því að það verður farið hér í sársaukafullar skattahækkanir, skerðing á grunnþjónustu, sölu á innviðum og mikilvægum stóðkerfum og þetta er bara risastórt mál og svo líka þurfum við að grípa fólkið okkar sem er án atvinnu. Við þurfum hér er fólk sem er búið að vera með kannski stóra fjölskyldur og mikla skuldbindingar og þá er ég ekki að gera lítið úr stöðu öryrkja og eldri borgara. Þvert á móti, ég er einmitt að tala bara þá 26.500 einstaklingar sem eru án atvinnu og öllu leitið að hluta til, sem að ná ekki endum saman, Skelfilegt. Sem þurfa að taka ákvörðun hvort það ætlar að kaupa í matinn eða borga reikninga. Við höfum verið að berjast og beita okkur fyrir því að það verið farið hér í myndalegt átak til þess að bregðast við tekjufalli þessara hópa og svo minnist líka fara í átak sem snýr að því að koma fólki í virkni. Og inn í þessum pakka geta allir rúmast. Ólafur Margeirsson, doktor í hagfræði, hefur kallað eftir aðgerðum stjórnar sem snúa atvinnuframboðstryggingu. Við erum með 2000 manns sem að sitja heima hjá sér atvinnulausir þegar við getum borgað þeim bara aðeins meira og búið til verkefni. Verkefni sem skipta samfélagi máli og þetta er mikilvægt, alveg eins og tryggja líka afkomuna. Auðvitað hafa bankarnir komið fram og þeir hafa verið að frysta lánin hjá fólki sem er bara mjög gott. Það er þó betra viðhorf heldur en var eftir hrun þegar fólki var gert upp og hendi yfir á vanskilaskrá.
en sem því miður ennþá að gerast. En síðan ertu líka með hópana á leigumarkaði. Það fólk fær enga frystingar. Það þarf að standa að skila leigunni. Fólk að taka börnin sín úr kannski píanónámi eða frístundum vegna þess að þetta bara dýrt. Það er verið að skera niður allt. Það er búið að ganga hér á 25 milljarða af séreignarsparnaði. Og þú veist, ef að við eigum að ganga á sparnaðin okkar til þess að standa undir kreppunni, getum við þá ekki líka gert kröfu á það að fyrirtækin noti arðgreiðslur síðustu ára til þess að standa undir sinni kreppu. Og þetta er Þú getur gert kröfuna og við getum gert kröfuna en auðvaldi ræður hér öllu og ræður öllu hér á meðan að kjósendur kjósa hafa það svo. Þá verða engar alvöru breytingar heilstætt út í samfélaginu vegna þess að sá stóri hann kemur alltaf til með að trampa ofan á okkur hinum. Þá getum við, og ég er ekki að gera lítið úr stuðningi til fyrirtækja. En tökum bara aðgerðapakka stjórnvalda til fyrirtækja. Þegar aðgerðapakkarnir hljóða upp á 300 milljarða. 300 milljarða, og jafnvel hafa þeir hækkað eitthvað, en 40 milljarða eiga að fara til beint í stuðning til einstaklinga og heimila. Það hallar gríðarlega á fólkið í landinu og við þurfum öfluga verkalýðshreyfingu til þess að þrýsta á. Það þýðir ekki bara að hoppa inn í þetta og ætla að fara í eitthvað meðvirknis ástand. Talandi hér markaðslaun sem að þýðir það að fólk á að semja launin sín bara sjálft. Þegar fólk þorir ekki eins og að taka sér veikindadag og vinnu að hræðslu við að veikja stöðu sín á vinnumarkaði. Þetta er náttúrulega bara tómt mál að tala um. Eða markaðslaun þegar eru 200-300 manns sem sækja hverja einustu stöðu sem er auglýst. Og þetta er bara ekki boðlegur málflutningur. Eða talandi norræna vinnumarkaðslíkanið. Hvernig ætli standa og við stöndum í rauninni vest? Hvernig ætli standa á því? Þetta er það sem verður að bjóða í mótframboðinu gegn mér til dæmis og ég ætla nú kannski ekki að vera að tala um það mikið en þetta er valkosturinn, hann er mjög skýr það er þetta, þessi markaðslaun, að fólki sé bara skilir rauninni eftir fyrir framan vinnuveitandan að semja sín kjör sjálf mögulega hjálparstofnanir og síðan þetta norræna módel sem að passar ekkert inn í það umhverfi sem við búum hér við á Íslandi í krónuhagkerfinu það sem að hún sveiflast nánast eins og hjartalínuritt og er það svona hrikalegt hjá þér línuritt? Já, nei það er það ekki stöðugt? Já, mér er það stöðugt og slagt, ég er nú alltaf svo rólegur en þetta er bara þetta er bara mikilvægt en sem er gott líka vegna þess að valkosturinn er alveg skýr og við getum og félagsmenn okkar, þeir geta valið hvaða leiðir þeir vilja fara eftir því hvaða forystu þeir velja til þess að leiða félagið áfram og í hvaða átt þá að fara. Þess vegna segi ég alltaf að það er mikilvægast að fólki taki þátt og kjósi. Vegna þess að formaður VR, hann ræður ekki kröfugerðinni, ræður ekki öllu. Það eru félagsmenn sem eiga fyrst og síðasta orðið. Þeir eru spurðir, hvað viljið þið að við gerum fyrir næstu kjarasamninga? Það gerum við alltaf. Það eru 3600 félagsmenn sem tóku þátt í síðustu kröfugerð. 3600. Það er glæsilegt, er það ekki algjört met? Það har aldrei verið fleiri og þeir vildu styttingu vinnuvikunar, við náðum því, þeir vildu krónutöluhækkun, við náðum því, þeir vildu aðgerðir húsnæðismálum sem við erum að reyna að vinna af og við erum að reyna að þrýsta á núna uppbyggingu og nýju leigufélagi sem heitir Blær og við erum að reyna að heilla lífeyrissjóðuna, reyna að fá þá að þessu verkefni vegna þess að það er ekki alltaf nóg að kaupa einhver verðbréf. Verðbréf þau skapa engin raunveruleg verðmæti. En ef að lífeyrissjóðin okkar geta fjárfest í innviða uppbyggingu eins og húsnæði sem að skapar raunveruleg verðmæti bæði í dag og til framtíðar og skilja eftir húsnæðismarkað fyrir okkar afkomendur og börnin okkar sem að er ekki bara eins og einhver vígvöllur og meiri segja í leiðinni hafa ágætis ávöxtun. Það er þetta sem við erum að biðja. Við erum ekki að tala um að gefa peningana eða skerða lífeyri sem er alltaf bara fáránlegur málflutningur. Þeir gætu leikandi, þú vissi þegar við réðust í átæki við Breiðholtið og annað slíkt og mættum með júnísamkomulaginu 1964. Lífeyrissjóðirnir gætu leikandi aðstoðað. Sjáðu viðbrögðin sem ég fæ frá svona ákveðnum öflum í samfélaginu þegar ég er að tala um að byggja upp hérna húsnæði. Þetta eru grunnstoðir samfélagsins. Svo ertu með viðskiptaráð hérna megin. Það vill að lífeyrissjóðin byggi brýrnar okkar, byggi vegina, byggi sjúkrahúsin og aðra innviði, taki áhættuna og mögulega einhver aðri sem að taki þá innkomuna að hluta til. En það er ekkert sagt við því. Að öllu leyti meinar. Það er ekkert sagt við því. En
ef ég hef áhuga á því að lífeyrissjóðirnir komi með skynsamlegum hætti inn á þennan markað, eins og er gert í þýskum og erlendum löndum, eins og er gert allstaðar í Evrópu nánast, þar eru lífeyrissjóðir bara þáttakendur í uppbyggingu á innviðum eins og húsnæði, að þá fer allt á hliðina. Þannig, svona pólitíkin, rotin og rætin innan bæði verkalýðshreyfingar með þess vegna þarf fólk eins og þig og fólk eins og mig til þess að rétta við þessa slagsíðu og bara reisa þetta Var ekki eitthvað lag sem að... Jú, þetta var Rúni Júl, okkar elskulegi alveg rétt. Blessuð sé minning hans. Já, blessuð sé minning hans, snillingurinn sá, já. En það eru mörg verkefni framöndan og þau eru mörg og ærin. Og ég vona að við getum unnið saman eins og við viljum gera. Við viljum vinna saman og með, þú veist, bæði fyrirtækjunum og við viljum vinna með atvinnulífinu og við viljum vinna með stjórnmálunum í að gera gagn og gera eitthvað sem skiptir fólki okkar máli. Án öflugs atvinnulífs þá væri náttúrulega ekkert. Nei, bara við vitum það, en það sem við erum að sjá við erum ekkert án hvers annars. Nei, við erum ekkert án hvers. En þess vegna má þessi slagsíða ekki vera svona óbúslega áberandi eins og hún er núna til dæmis. Hvernig heimilin hafa hreinlega verið nána skilin eftir í þessum hörmungur sem við erum að gangi gegnum núna, þessu andstyggðar heimsfaraldri. Okkar viðsemjendur eiga bara að taka slaginn með okkur, vegna þess að við förum ekkert á öðru afturhjólinu. Ef við setjum allan kraftin í annað afturhjólinu og ætlum að reyna að komast í gegnum skaflinn, að þá komast við ekkert á öðru afturhjólinu. Við getum ekki leyft okkur að fara í einhvern viðsnúning með þúsundir, 2000 einstaklinga og fjölskyldur með óvinnandi skuldahala á bakinu. Við reyndum þetta eftir hrun og það endaði með ósköpum. Fólk bara gafst upp og endaði bara inn í starfsendurhæfingu, útbrunnið og uppgefið. Ég meina til dæmis eins og núna, fyrst að við erum nú búin að vera svo dugleg og það líður svo fljótt hjá okkur Ragnar, það líður svo fljótt, við gætum talað hérna algjörlega til morguns, þess vegna, við fæði bara aftur einhver tíman, bráðum. Já, ekki bara koma aftur. Bara komdu aftur á morgun, nei, en sko það sem að ég ætla að segja, við tölum fjölskyldurnar og hvernig þær voru bornar út á götu, 15.000 fjölskyldur eftir síðasta efnahagshrun og þær eru ekki ennþá margir hverjir hafa aldrei borið sitt barr eftir það áfall. Núna til dæmis þegar við tölum 4,2% verðbólgu á ársgrundvelli og hvað í rauninni 27.000 tæplega atvinnulausir sem eru búin að algjörlega missa stóran hluta tekjum sínum og geta ekki staðið við skuldbindingar sínar. Þú tala líka bankarnir hafa frist, einhverjir hafa frist lán og eitthvað svona. Til hversu langs tíma og endar það ekki, allt það endar með því ef að ríkisvaldið vinnur ekki í málunum fyrir daginn í dag og er ekki að tala eins og hæstvirtur félags- og barnamálaráðherra ætlar bara að koma öllum þessu 27.000 í virkni. Það er alveg frábært að tala virkni, en það verður þá líka að vera til störf, eins og þú varst að benda á þann. Þá verður líka að búa til störf. Það er ekki nóg að kalla bara á eitthvað og vera svo ekki með neinn úrræði. Og það sem ég er að fara með þessari þrusu ræðu, það er í rauninni, erum við ekki bara að fara að horfa upp á það sama og eftir efnahagshrunið með fjölskyldurnar okkar í landinu, hvernig í rauninni þeim er alltaf fórnað. Það virðist vera, það er heykst við að styrkja þar, setja belti og axlabönd á í rauninni grunnstóði samfélagsins sem eru fjölskyldur og heimilin í landinu. Þannig ég er að segja, ég hef áhyggjur af þessu, ég vona virkilega að við séum fyrir vind, en ég get ekki séð ef á ekki að fara að grípa betur inn í og gera það núna en ekki á morgun, að þá verði og seint rassinn gripið. Þannig ég er að segja, sko, ég veit ekki hvernig þið upplifið það eða eins og sér þetta að vera að þróast. Við byrjum fyrir að vera árið síðan að hugsa svona bara leið og COVID-kreppan byrjaði. Það var síðast á vor og þá fórum við að hugsa þetta, ef þetta verður jafn alvarlegt og útlítur fyrir, að þá verður að vera til einhver aðgerðapakki til þess að grípa þá sem að missa vinnu og lenda í tekjufalli. Við komum síðan með fullmótaðar hugmyndir, hvernig hægt er að bjarga fólki. Við bjögum til svona, við kallum þetta stuðningslán til heimilana. Þetta er stuðningslán, þannig að fólk getur fengið svona ágjöf í gegnum bankan hjá sér, einhverja ákveðna upphæð á mánuði til þess að standa undir sínum skuldbindingum. Og þá erum við ekki bara að tala húsnæðislánin. Fólk er að borga meðlag,
tryggingar og bílinn tryggingar og bílalán og námslán. Í skólan, við vildum bara búa til eitthvað form sem að gerir ekki greinamun og skuldbindingum og síðan breytist þetta lán yfir í styrk í gegnum skattkerfið þegar við erum komin í gegnum skaflinn. Og ástæðan fyrir að við köllum þetta lán einmitt út af víxlverkunum í bótakerfinu. Ef við köllum þetta stuðning eða styrkur í upphafi, að þá klipið af einhverju öðru annar staðar. Þá bara lækka fólk á atvinnuleysisbótum eða missir barnabæturnar sínar eða missir einhvern annan stuðning sem við erum að fá í gegnum grunnþjónustuna og stuðningskerfin okkar. Þannig að við vorum með frábæra hugmynd. Við fáum loksins að kynna þetta fyrir stjórnvöldum í nóvember. Og það bara gerist ekki neitt. Það gerist ekkert fyrir henni í janúar að þá ákveða að stofna nefnd þennan vanda. Og ég hef búin að vera í þessum starfshópi. En ein nefndin, Ragnar. Já, ég hef búin að vera í þessum starfshópi og vonandi skilar hún mjög fljótlega af sér en hvað kemur út úr því, það er ekki gott að segja. Og það er eitt, þess að þú þekkir með svona nefndastörf og ég þekki líka, ég hef setið í mörgum nefndum, að það kannski kemur eitthvað út úr því og svo verðum við bara að biðja að verði gert eitthvað með það. Að verði gert eitthvað með það og það verði síðan eitthvað og það skilir sér á endanum til fólksins. En ég hef sömu ágjör þú, ég held að við séum nánast fallin á tíma með aðgerðir en eins og staðan í dag þá grípur maður allt sem maður getur fengið fyrir fólkið sitt sem er í þessari stöðu. Grundvallar markmiðið er þetta, Ragnar. Fyrsta lagi, þá ætlum við náttúrulega að sigra þessa veiru og erum að gera það og það er fólkin okkar að þakka, fyrst og síðast. Og í öðru lagi þá ætlum við að náttúrulega vaða í gegnum þennan skafl og við viljum ekki að neitt verði eftir. Skiljum engan eftir. Við viljum draga alla með okkur í gegnum skaflinn til þess verðum að halda áfram að berjast. Til þess að þú að halda áfram að halda á þessum kyndli sem er formaður VR. Til þess að flokkur fólksins að fá fullt af atkvæðum í komandi kosningum. Þannig að við getum virkilega að fara að gera góða hluti og það er náttúrulega kæru áhorfendur. Þetta er allt saman undir ykkur komið. En hvað er það, Ragnar? Það var frábært að hafa þig. Virkilega gaman að koma. Og við munum hittast fljótlega afturvonandi til þess að taka frekara spjall því að við í rauninni festum svolítið mikið í lífeyrismálunum enda er það risamál og svo náttúrulega baráttan og annað sem að þú ert að glíma við. En Ragnar, gott að hafa þig. Kæra þakkir. Takk fyrir að bjóða mér. Takk fyrir ykkur, kæru áhorfendur og við segjum náttúrulega að vanda. Hér er ekkert stress. Bless, bless.